Jæja, velkomin í þessa nýjustu yfirferð okkar. Við ætlum að stokkva beint út í djúpu laugina í dag. Hugsum okkur 11 ára fótboltakrakka að stíga sinn fyrstu skref á stóra vellinum í alvöru keppni. Við ætlum bókstaflega að opna leynilegan verkfærakassa til að byggja upp gríðarlegt sjálfstraust og ósvikna leikgleði hjá ungu kynslóðinni. En pælum að þessu, afturðu frjósa sumi leikmenn eiginlega algjörlega þegar pressan á stóra vellinum eykst. Málið að þetta snýst alls ekki skortafærni. Nei, það eitthvað allt annað og miklu dýpra að gerast inn í heilanum. Við ætlum að fylgast með okkar eigin söguhetju og sjá nákvæmlega hvernig við getum hreinlega hakkað þetta kerfi. Við skulum kynna til leiks helstu hetuna okkar. Hér við með 11 ára leikmann sem, elskar fótbolta meira en allt annað í heiminum. En það smá hindrun á veginum. Stundum mætur okkar leikmaður andstæðingum sem virðast bara vera stærri, sterkari og háværari. Skuggarnir þeirra verða rísastórir og hetjan okkar byrjar að halda aftur að sér. Óttinn við að gera mistök tekur einfaldlega yfir og fætnirnir þeir verða bókstaflega eins og blý. Við skulum skoða hvernig hægt að snúa þessu við. Byrjum á fyrsta hluta, kvíði á stóra vellinum. Sjáu til, þegar leikmaður með svona stöðugar, nagandi áhyggjur af því hvað öðrum finnst, það sem íþróttasálfræðin kallar óttan við neikvætt mat, þá gerist nokkuð magnað lífeðalsfræðilega. Líkaminn bara fyllist af stresshormónu sem heitir kortisol og vitið hvað, það bókstaflega læsir vöðvunum. Heilinn heldur nefnilega að maður sé í stór hættu og grípur inn í. Hann stoppar leikmannin í að reyna eitthvað nýtt eða djarft á vellinum. Sem færir okkur að öðrum hluta. Vaxtar hugarfar og vinnusemi. Svo hér fyrsta stóra lausnin úr verkfærakassanum. Það í grunn til 2 tegundir af hugafari. Annars vegar með fastmótaða hugafarið, þar sem fólk trúir því að maður fæðist bara með hæfileika eða ekki. Þegar svoleiðis fólk mætir erfiðara leikmönnum, þá gefst það oft upp. En, og hér kemur ofurkrafturinn, hins vegar höfum við vaxtarhugafarið. Þar misstótt ekki einhverju heimsendir. Ó nei, þau bara dýrmæt gögn, tækifæri til að læra og gera betur og næst. Algjör game changer. Við skulum hafa eitt á hreinu, jafnlega algjöra goðsagnir eins og Lionel Messi eða Cristiano Ronaldo, þeir fættust ekki bara svona góðir. Sannkallað djúpt sjálfstraust kemur frá því að vita nákvæmlega hversu gríðarlega mikilli vinnuma yfir skilað á æfingasværinu, ekki bara úr einhverjum hæfileikum. Og trúu mér, þeir bestu í heimi, þeir nákvæmlega þeir leikmenn sem gera flest mistökin, einfallega af því að þeir þora að reyna aftur og aftur. Höldum áfram í 3. hluta. Lítil markmið búa til dópamin. Afreksfólk glúmar á einu algjöru snilla trikki. Í staðan fyrir að stíga inn á völlin með þá risavöxnu pressu að þurfa alltaf að vera bestur í öllu, þá setja þessi svokölluð ferlismarkmið. Bara pínulítil, viðræðanleg markmið í byrjun leiks. Til dæmis, ég ætla bara að láta heppnast nákvæmlega 5 auðveldar og stuttar 2 metra sendingar í röð. Bara 5. Ekkert flókið, enga stæla, bara einfaldleikan. Og þegar þessum 5 stuttu sendingum landað, þá gerast raunverulegri töfrar í heilanum. Hann fær þetta risastóra skot af dópamíni sem svona okkar innbyggða gleðiefni. Þetta litla skot slekkur bókstaflega á öllu stressi, lætur okkar unga leikmanni líða alveg frábælega og kveikir þetta náttúrulega hugrekki til að þora að taka stærri skref inn á vellinum. Þetta eins og að fá skyndilega auka orku í tölvuleik. Kíkjum þá á 4. hluta, skjöldurinn gegn neikvæðni. Við vitum öll að það alltaf gríðarlega svekkjandi að gera mistök, ekki satt. En það þá sem við grípum í 30 sekúndna regluna. Hún verkar svona. Leyfðu þér alveg að vera hundfúll eða pirraður. En bara í 3 sekúndur, hámark. Strax á 4. sekúndu verður maður að endurstilla sig gjörsamlegar og byrja að hlaupa til að vinna boltan aftur. Það fátt sem liðsfélagar meta meira en að sjá leikmann sína svona mikla vinnusemi eftir mistök. Þetta hreinlega smítar jákvæðni út í allt liðið eins og eldur í sínu. Annað frábært verkfæri fyrir hetjuna okkar að ímynda sér þennan skjöld. Hugsið ykkur svona ósýnilegan, glóandi töfraskjöld allt kring. Fái maður á sig gagnslaus og reið orð frá öðrum, þá láta völd skjaldarins þau einfaldlega skoppa burt og hverafaut í buskan. En, og þetta mikilvægt, ef þjálfarinn eða liðsfélagi kalla virkilega góð og hjálplega ráð, þá síast þau mjúklega beint í gegnum skjöldin. Þetta verndar sjálfstrausti fyrir eitröðu andrumslofti á meðan við höldum huganum opnum til að læra. Förum þá beint í 5. hluta, tækni sem veitir frelsi. Auðvitað duga andleg verkfæri skammt á líkamlegra færni til að styðja þau.
Svo við kennum til sögunar, svo kallað elddrag. Þetta algjör ofurhreyfing til að koma sér út úr þröngum og erfiðum stöðum. Hún fer svona fram. 1. Stöðva boltan með ílinni. 2. Draga hann hratt aftur fyrir standfótinn. 3. Íta honum snöggt til hlíðar með innanfótarsnertingu. Og 4. Sprengja sig af stað. Sjáu þetta fyrir ykkur. Þetta teiknar upp eldstaf og grasið og skapar stórt, glænýtt ræmi bókstaflega úr engu. Ótrúlega nett. Til að virkilega mastera svona tækni algjör snilld að leikjavæða æfinguna heima. Við köllum þetta atvinnumanna áskorunina. Á stigi 1 það bara grunnurinn, 10 elladraug í röð til að finna rétta taktin. Á stigi 2 hækkum við erfiðleikastigið og gerum þetta blind sem sætt að halda augunum uppi og horfa alls ekki á boltan til að byggja upp grjóthart vöðvaminni. Svo það stig 3, leikránastigið. Hér hendum við inn 5 metra spretti strax í kjölfarið á hreyfingunni til að þjálfa upp þessa svakalega tauga og vöðvaspringju sem gerir gæmumuninn í leik. Og ef við pælum í stjörnunum, takið á leikstúranandan Kevin De Bruyne sem dæmi. Sagan segir að hann hafi eytt ótal mörgum klukkustundum, og þá meinum við ótal klukkustundum, bara í að skjóta bolta í vegg, aftur og aftur og aftur, eingöngu til að fínstilla þessa mikilvægu fyrstu snertingu hjá sér. Svona fádæma heimsklassa tækni engin töfragaldur sem fæðist á vellinum, hún verður til í einverunni heima í garði. Það þar sem vöðvarnir læra hreyfinguna svo vel að hún verður 100% sjálfvirk. Og loks það 7. og síðasti hluti. Sköpunarfrelsi og leikgleði. Þetta nefnilega málið. Þegar leikmaðurinn hefur eft elddragið og aðra tækni af svona miklu kappi heima við, þá gerist eitthvað gjörsamlega magnað inn á stóra vellinum. Út af því að hreyfingarnar eru komnar beint í vöðvaminnið þarf leikmaðurinn hreinlega ekki lengur að stara niður á boltan. Nei, höfuðið fyrir upp, öll spenna gúfar upp og allt í einu geta þessi unga hetja okkar farið að sjá stungusendingar og skemmtilega lausnir af vellinum sem engin annar áttaði sig einu sinni á að væru til. Þetta minnir okkur á hversu mikilvægt það að fótbolti þegar öllu á botnin fólt, bara leikur. Það fræg tilvitnun frá leikmanni sem bendir á nákvæmlega þetta. Þegar ungum leikmönnum gefið frelsi til að leika sér á hugmyndum og prófa sig áfram með boltan, án þess að engu standi yfir þeim, stjórni og skammi fyrir hverja einustu hreyfingu, þá sjáum við bæði leikskilning og sjálfstraust springa út á algjörlega náttúrulegan hátt. Alveg svo frelsi og gleðin sem finnst í óskipulegum götuboltanum. Ó, vá, kíkjum aðeins í lokin á þessu stórkostlegu verkfærakistu sem hetjan okkar hefur núna aðgangað fyrir stóra völlin. Við erum með vaxtarhugarfarið þar sem mistöks bara gögn. Við erum með smærri ferlismarkmið sem gefa manni geggja dópaminskot. Við stöndum teinrétt til að lækka stresshormónin pluss 30 sekúndar reglan, ósýnilegi hugræni skjöldurinn og svo náttúrulega elddragið. Þessi verkfæri umbreyta hreinilega hræðslu í dýrmætt sjálfstraust. Það láta erfiða og stóra andstæðinga bara líta út eins og eina spennandi áskorun til að vaksa af. Þá sýtum við eftir með eina mjög stóra spurningu að lokum. Nú þegar verkfærakistan orðin stútfull af þessum mögnuðu ofurkröftum, hvaða stórkostlega ófyrirsjáanlega sköpunarhreyfing verður eiginlega opnuð inni á vellinum í næsta leik? Vinnusemi, gleði og rétt hugafar geta gert hvaða unga leikmann sem að sannri hetju í sinni eigin sögu. Takk kærlega fyrir að vera með okkur í þessari yfirferð og hei, haldið áfram að njóta leiksins.